Við erum að tala draumaskólann og þið verðið þarna, þið skrifið á blað og síðan sýnið mér það. Í miðjum fyrsta flokk þá verið að tala við skólastjórann og farið á fund og tala með þeim. Og eftir það þá kannski gerist það og þá getur það komið upp. Ok, hérna tölvustofan. Það eru einhverjir krakkar að spila tölvuleiki hérna. Og þetta svona fyrir tölvuna. Hérna kennarinn sem bara að sýna hérna. Og hérna bara kennarastofa fyrir, eitthvað sérstakt sem kennarinn bara gera einn eða eitthvað. Hæ, þetta frístofan. Hérna eru spjöldin og hérna hér sjónvarpur og hérna hægt að lita og spila og takk fyrir mig. Þetta sjoppan og við höfum lítinn gæja sem selur mat hér. Svo hér pingpongstaðurinn og okkur langar að við megum vera á honum. Hérna matsalurinn og hérna skilti sem stendur muna að spritta. Hérna spritt. Hérna matsalurinn til að labba inn. Hérna fær maður matinn sinn. Svo kemur maður hérna til borðið sitt og sest og borða matinn sinn. Hæ, ég heiti Rebekka, ég heiti Natalia og ég heiti Aldís. Og við ætlum að sýna ykkur skólan okkar og hverju við myndum vilja breyta. Þetta er verkefni sem allir krakkarnir í 5. bekk eru að gera sem heitir draumaskóli. Komið með okkur! Nú ætlum við að fara upp og sýna ykkur hvernig hlutirnir eru þar. Okkur fyrir að laga örvarnar sem við erum. Við líka byrja að laga speglasalinn en því miður getum við ekki sýnt yfir hann því að hann allir lokaður út af milli. Þessar skúffur búin að vera eins svolítið lengi og við myndum vilja að færa þær og setja þetta á annan stað. Okkur myndi raða betur í þessar hillur og það er líka svolítið mikið drasl í bókageymslunni en við myndum vilja að tækja ofta til hérna. Langaði að væri laga klósettin hérna og fara snyrtilega með þau. Hæ og takk fyrir okkur! Ég vakna og að fara í skólann, en mig langar ekki að fara. Ég vildi óska að skóli væri svona. Síðan voru íþróttir og við toppuðum í grifuna í 5 leika salnum. Síðan voru frím og í 40 mínútur. Líklega eftir það og ég valdi forritið. Síðan kom matur í dag, nemendaval og takk og í matinn í dag. Síðan kom blóm sem öllum finnst skemmtilegt því það hjálpar öllum að læra því þegar þau eru búin með blómi fara þau að spila öllum fyrstu dögum eru við búin klukkan 12. Höfum 3 sofa í hverri stofu, síðan voru kósí herbyggi sem þú mátti fara í ef þú varst búin með verkefnið. Síðan voru vina frím og einu sinni í viku, svona myndi ég vilja hafa draumaskólann. Ímyndið ykkur ef að það væri parkúrstaður úti í frímínútum. Það geggjað að vera parkúrstaður úti í frímínútum því að
þá gætu allir verið að parkúra. Ímyndið ykkur að það væri líka tölvuleikjakeppni 3 sinnum á ári. Ok, það er kannski of mikið, eða bara 1 sinni á ári eða eitthvað. En það væri geðveikt. Og ímyndið ykkur að það var listgrein svo að maður geti spilað tölvuleiki. Þú veist, það væri kannski of mikið, en það væri geðveikt. Það væri það besta í heiminum, er það ekki? Já, ég sammála þér. Ok, ímyndið ykkur ef að íþróttirna væri í fimleikasalnum. Þá væri bara kannski að Binni væri að kenna okkur, þú veist, að gera front flip og geta að fara í eltingaleik og alls konar í fimleikasalnum.